Herði, jæja, hvar eru við komin núna? Látum okkur sjá. Það er hluti C og hann heitir formerkjatöflur. Og þessi kafli byrja bara einfalda því að segja hver er tilgangur formerkjatöfla á mannamáli. Hann er að sjá hvar fallgildi falls, munið aftur, fallgildi falls, þetta er bara auðsunargildi. Hvar auðsunargildi sé neikvætt, jákvætt eða jafnt núlli. Ok, hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að það er bara verið að spyrja hvenær er þessi hérna lína, hvenær er hún jákvæð? Það er að segja, hvenær er hún hérna fyrir ofan? Hérna er ferillinn jákvæður, eða fallgildið er jákvætt. Þannig að auðsunargildið, þá er jákvætt hérna. Jafnt núlli, það er bara á þessum eina punkti, þá er fallgildið 0. Og fallgildið er neikvætt, alltaf þegar ferillinn hérna fyrir neðan. Og við sjáum akkurat þegar x er 1, þetta er x-ásinn, þetta er f af x, við vitum þetta. Og þegar x er 1, að þá er fallgildið 0. Og ef við fyrir minna hægra megin við x, að þá er fallgildið jákvætt, þá eru hérna fyrir ofan x-ásinn. Og ef x-gildið er minni en 1, þá eru hérna vinstri megin, og þá er ferillinn fyrir neðan x-ásinn sem þýðir að fallgildið er neikvætt. Þannig að við skulum svara þessar spurningum formerkjatöflu bara á mannamáli. Fyrsta mannamáli og síðan fyrir við ferillinn er jákvæður þegar x er stærra en 1. Og ferillinn er neikvæður þegar x er minna en 1. Ég geti sagt kannski hérna eftir að hugja kannski fallgildið, þetta er kannski frekar að fallgildið er jákvætt í staðinn fyrir að segja ferillinn er jákvæður, þetta er frekar að fallgildið er jákvætt. Þannig að ég ætla að breyta því bara akkurat og segja að fallgildið er 0 þegar x er sama sem 1. Ok, þannig enn og aftur, þetta hefði látt að standa hérna fallgildið. Fallgildið er jákvætt þegar x er stærri en 1 og fallgildið er neikvætt þegar x er minni en 1. Og við sjáum það bara af þessari mynd. Ok, en mann náttúrulega svarar aldrei með svona rosamiklu texta heldur er búið að taka þetta saman í ákveðna töflu. Og þessi tafla heitir formerkjatöfla. Og þá er að taka allar þessar upplýsingar hérna og setja það inn í eina töflu. Ok, þessi tafla lítur svona út. Við erum með x, við erum með f af x. Ok, fyrsta sem það gerir hérna, með x hérna, er að segja hvar er fallgildið 0. Og við veitum þegar x er 1, þá er f af x fallgildið, eða auðsunargildið, það er 0. Ok, þannig að eina sem þetta segir, er að við erum með þennan hérna einu punkt. X er 1, f af x er 0. Ok. Við setjum ekkert meira í þessa hérna línu með x-ið. Heldur hérna fyrir neðan, þá kemur hérna hægra megin við núllið, þá setjum við annarkvort plús eða mínus, eftir í hvort það falli sér jákvætt eða neikvætt þar. Og við sjáum hérna aftur á fallinu að þegar við erum hægra megin við x, þá er fallgildið jákvætt, við erum hérna uppi. Þannig að þá kemur einn plús hérna. Því er bara það að þegar við erum hægra megin við 1, þegar x er stærri en 1, þá er fallgildið jákvætt. Ferillinn er eitthvað stærri fyrir ofan x-ásinn. Og hvað haldið ég þá komið hérna megin? Jú, hérna þegar x er minna en 1, þá er ferillinn fyrir neðan x-ásinn, það er að segja fallgildið er neikvætt, þá kemur mínus. Þannig að hérna erum við með myndaferlinum, hérna erum við með á mannamáli hvenær fallgildið er jákvætt, neikvætt og jafnt núlli. Og hérna kemur síðan formerkjatöflan. Hún lítur svona út. Þannig að þetta er það sem er að glíma við
í þessari hlutasíðu, það eru formerkjatöflur. Tökum annað dæmi bara. Teiknum upp eitthvað fall. Ég ætla meira að segja að teikna aðeins. Nei, tökum við bara einfalt. Hérna er 1, hérna er 2, hérna er 3. Og ég ætla að teikna fall sem er bara svona. Ok. Þannig að formerkjatablan, hún lítur svona út. En aftur, segir bara hvenær er fallgildi jákvætt, hvenær er það 0 og hvenær er það neikvætt. Fallgildi enn aftur er usnásinn. Byrjum á því að segja að þegar x er 3, þá er fallgildi 0. Ok? Þegar x-ið er stærri en 3, reyna hægra megin, þá sjá að fallgildi er jákvætt. Það kemur pluss hérna. Þegar fallgildi er minni 3 og ekki mínus. Þetta kemur nákvæmlega eins og hitt fallið. Það var ekki mikill munur, ég setti bara línuna að fara í gegnum 3 hérna í staðinn fyrir. En þið skiljið hvað konseptið er. Herðu, en síðan koma dæmi þar sem við erum ekki með neitt línuritt. Og ég ætla bara að fá að snúsa í hvolf. Þannig að segjum að við erum með, tökum hérna fyrir sýndæmi 1,7. Og við erum með svona fall, x sama sem -4. Og við erum að búa til formerkjatöflu. Nú erum við ekki með neina mynd, en bara með eitthvað fall. Ok, þannig að ég ætla að stilla upp hérna bara formerkjatöflunni. Og muni hvað við gerðum alltaf fyrst. Við fundum fyrst hérna eitthvað x-gildi, þar sem fallgildi var 0. Þannig að það er svolítið bara að byrja að gera. Við ætlum bara að komast að því, hvenær er fallgildi 0? Það er að segja hvenær er núllstöðin, eða hvað er núllstöðin, eða hvað er rótin, eins og það er kallað. Þannig að ég ætla að byrja að finna hérna. Finna núllstöð. Þið afsakið skriftinni mína, hún er ekki alveg perfekt. Þetta verður að duga, þið sitja upp með þetta. En núllstöðin er sem sagt það sem f of x er saman sem 0. Og þá getum við tekið þetta hérna og við segjum bara að þetta er 0 og hérna kemur x mínus 4 og ég sé strax að x er saman sem 4 hérna. Þegar x er 4 að þá fallgildi 0. Ég get þá farið hérna í formerkjatöfluna mína, sett hérna x sem 4 þá fallgildi 0. Ok. Ok, og hérna næst spyr ég hvert er fallgildið þegar x er stærra en núllstöðin. Ok, hvað er ég að spyrja þarna? Hvert er fallgildið þegar x er stærri en núllstöðin? Það sem ég er að gera hérna er að komast að á að koma pluss hérna eða á að koma mínus. Það er að segja, er þetta fall, hérna er x 1, 2, 3, 4, er þetta fall svona eða er fallið svona? Það er alveg spurningin. Þannig að sem ég ætla að gera, ég ætla bara að segja hérna, prófa að setja x sama sem 5. Þá er ég náttúrulega stærri en 4. Það er afsakið. Prófa að setja x sama sem 5. Ok, hvernig verður þá þetta hérna? F af x er sama sem x minus 4. Ef x er 5, hvað var þetta? Þetta verður 5 mínus 4. Þannig að fallgildið þegar x er 5 verður sama sem 1. Það þýðir að ég er að glíma við þannig hérna feril. Þetta er ekki ferillinn. Ok, af hverju veit ég þetta? Jú, ég er að segja hérna
að þegar x er 5 að þá er uppsögnugildi 1. Það er að segja að ég er fyrir ofan x-ásinn. Þannig að hérna er x4, hérna er það x5 ykkur staðar og þá fallgildi 1. Þannig að ég er með þennan feril. Þá fer ég í formerkjatöflu mína. Þá er það mitt spurningin hérna, hvort kemur pluss eða mínus? Jú, þegar x er stærri en 4, þá fengum við út að fallgildi var jákvæðtala, þá kemur pluss hérna og kemur mínus hérna. Herðu, höldum síðan áfram. Það sem við ætlum að gera nú næst er við ætlum að flækja þetta aðeins meira og við ætlum að búa til formerkjatöflu. Þetta er sýnidæmi 1,8. Ok, þetta er aðeins flóknara. Þannig að það sem við viljum að gera hérna er að við erum með okkar... Nei, þetta vil... Það ætla að hafa formerkjatöflun hérna. Ok, minni formerkjataflan er bara, er þetta hérna, er þetta 0, er þetta stærri 0, er þetta minni 0. Ok, í þessu tilfelli að þá er fallgildi f af x, það er margfeldi af einhverjum tveimur svigum. Ok, þannig að ef að ég veit að þessi svigi er plústala og ef að ég veit að þessi svigi er líka plústala, að þá hlýtur þetta líka að vera plústala. Af því að plústala sinnum plústala er alltaf plústala. Eins ef ég veit að þessi svíi er mínustala og þessi svíi er líka mínustala, að þá mun ég fá eitt plústölu, ekki? Því að mínustala sinnum mínustala verður plústala. Ég get haldið áfram að sagt, já, ef að þessi svíi er mínustala og þessi svíi er plústala, að þá mun ég enda með mínustölu, af því að mínus sinnum plús verður mínustala. Þannig að það sem er gert hérna er að hérna eru þessi tveir svigar fá sína eigin línur. Þannig ég ætla að byrja hérna bara á þessum sviga. Bara að skoða hvernig eru formerkin fyrir þennan sviga hér. Og bara gleyma þessu hérna í eitt augnablik. Ok. Nú, formerkjatafla fyrir bara þennan sviga, já, hún myndi líta þannig út að við erum með 5 hérna. Af hverju 5? Jú, ef að x er 5, þá fæ ég 0 út úr þessu. Þannig ég veit að við erum með 0 hérna. Ef að x er stærri en 5, til dæmis ef þetta verið 6, þá myndi ég fá út 1 út úr þessu. Þannig ég veit að ég er með plústölu hér. Ok, gerum ekkert meiri bili. Tökum núna fyrir hins vegan og gerum við 3 mínus x. Og spyrjum okkur aftur, hvað þarf x að vera svo þetta verið 0? Jú, ef x er 3, þá kemur 0 út úr þessu, því að 3 mínus 3 er 0. Þannig ég ætla að skrifa 3 hérna. Passið að hafa smá bil hérna milli 3 og 5 og passið líka að hafa 3 vinstra megin 5, ekki setja 3 hérna megin. Þetta eru lágar tölur og síðan verður alltaf hærri og hærri og hærri tölur. Ok, þá ætla ég núna að fylla út þessi línu hérna fyrir 3 minus x og ég veit að þegar x er 3 þá fæ ég 0 hérna. Og hvað gerist þegar x er til dæmis minni en 3 sem dæmi? Ef x er minni en 3, til dæmis ef x væri 2, þá myndi ég fá út plústölu hér. Ok, þannig að núna erum við komið með 3 og 5 hérna. Af því að 5 var 0 stöð fyrir þetta, 3 var 0 stöð fyrir þetta. En núna þurfum við að fylla út í alla plúsa og mínusa hérna. Þannig að byrjum á efri línunni x minus 5 og við sjáum að þegar x er 5 þá er þessi svíi 0. Ef x var stærri en 5 þá fáum við plús, þannig að ef það er minni en 5 þá fáum við mínus. Þannig að ég set mínus hérna og þessi mínus táknar þegar við erum á milli 3 og 5. Þessi mínus er akkurat þegar x er 3. Þessi mínus er þegar við erum með minna en 3. Ok, næst tek ég þessa línu fyrir og ég sé ok, þegar x er 3 þá fæ ég út 0 af því að 3 minus 3 er 0.
Þessi svíi verður plústala ef að x er minni en 3. Þannig að hann er mínustala alls þar hinum megin núllið. Þannig að hann er mínus þegar x er milli 3 og 5. Hann er mínus þegar x er akkurat 5 og hann er mínus þegar x er stærri en 5. Ok. Þannig að þau eru að passa svolítið að hafa þetta snirtilegt að hafa bilin á milli. Þannig að ef við skoðum fyrst, en aftur, þetta er orðið flóknara núna. Ef við skoðum þessa hérna mínus venna pluss, hvað eru þessi mínus og pluss að segja okkur? Það er að segja okkur að þegar x-ið er minna en 3, til dæmis 2 eða 1 eða 0 eða whatever, að þá er þessi svíi mínustala en þessi svíi er plústala. Ok. Hvað er þá f af x? F af x er bara margfaldi þess að tveggja sviga. Og ef að þessi svíi er mínustala og þessi svíi er plústala og við margfaldum það tvennt saman, þá fáum við út mínustölu. Og þegar mínustala sinnum plústala er mínustala. Og hvaðan akkurat þegar x er 3? Þá er fyrri svíin mínustala en seinni svíin er akkurat 0. Þannig hvað er mínustala sinnum 0? Það verður bara 0. Allt sinnum 0 verður bara 0. Hérna kemur síðan mínus mínus, við margfaldum það tvennt saman, þá fáum við pluss. Hérna kemur 0 sinnum mínus, það verður 0. Hérna verður pluss sinnum mínus, það verður mínus. Þannig að hérna sjáum við hvernig fallið lítur út. Hvenær það er neikvætt, hvenær það er jákvætt, hvenær það er neikvætt. Og ég get núna teiknað upp fallið og sýnt ykkur svona myndar hvernig það lítur út. Ég er búinn að segja hérna að þegar x er 3 og 5, hérna er 3, hérna er 5, að þá fer ferillinn í gegnum x-ásinn. Og hvað gerist þegar við erum á milli 3 og 5? Þá er ég að falla jákvætt. Þá erum við eitthvað staðar hérna uppi. Þannig að þá er fallin uppi og síðan fer það hérna svona í mínus. Og þessi þessi formekjutabla, hún er að segja mér að fallið líti einhvern veginn svona út. Sjáðu þið, mínus, 0, pluss, 0, mínus. Þetta er mínus, 0, pluss, 0, mínus. Þá er það komið fyrir þetta. Herðu, eitt í viðbót. Það er varðandi lausnamengi. Ok. Nú, sko, varðandi lausnamengi, ef við kíkjum bara á þetta hérna. Þannig að, þetta er einfalt hérna. Já, þetta er alltaf einfalt á mannamáli. Lausnamengi er bara allar þær tölur sem uppfylla ákveðið skilyrði. Það er það. En síðan er alltaf rithátturinn sem verður skemmtilegur. Og það er hérna tvennt. Það er ef lausnamengi inniheldur stakar tölur, þá notum við slaufusviga. Munið slaufusvigi er bara svona. Þetta er slaufusvigi. Ef lausnamengi inniheldur tölur á tilteknu bili, þá notum við hotklófi. Hotklófi er svona. Til þess að gera þetta ennþá flóknara, ef tala er hluti af lausninni, er hotklófin lokaður, en ef tala er ekki hluti af lausninni, er hotklófin opinn. Ok, hvað í ósköpunum þýðir þetta? Þetta er lokaður hotklófi, þetta er opinn hotklófi. Ok, þannig að ef við skoðum þetta hérna dæmi, út frá formekjutöflunni finnur lausnamengið þegar f af x er stærra en 0. Passið ykkur, það er stærra en 0, þetta er ekki stærra jafnt og 0, það er ekki strik hérna undir. Þetta er bara stærra en 0. Ok, hvenær er f af x stærra en 0? Þannig hérna svo f af x og það er stærra en 0 þegar x er stærri en 2. Ef x er akkurat 2, þá fallgildi 0 og það er ekki það sem við erum að biðja um. Það er spurt hvenær er f af x stærri en 0. Þannig að það verður að spyrja hérna. Þannig að við getum sagt að lausnamengið L, þá er alltaf að skrifa L, það nær frá 2 og fer upp í óendilegt. Þannig að við gerum 2, semikoma og skrifum óendilegt. Lausnamengið er frá 2 þegar x er 2 upp í óendilegt. Þannig að lausnamengið er alltaf hvað er x-gildið. Og þá kemur nú spurningin, hvernig hotklófi á að koma hérna? Er 2 hluti af lausninni? Og svarið er nei, af því að f af x verður að vera stærri en 0. Má ekki vera 0, það verður að vera stærri en 0. Þannig að þá set ég
svona opin hotlufa hér með óendalegt. Maður segir aldrei að óendalegt sé hlutalausninni, þannig að þá kemur opin hotlufi þar líka. Ok. Er það eitthvað meira? Nei, þetta er bara komið gott fyrir þennan kafla. Langt myndband.